Í þessum þætti tyllum við okkur í rithöfundalestina en hún afrakstur samstarfs Gunnarsstofnunar Skaftfells, menningarstofu Fjarðabyggðar, menningarsviðs Múlaþings og menningar- og atvinnumálanefndar Vopnafjarðarhrepps. Rithöfundalestin hefur verið haldin 30 ára skeið og að þessu sinni hittum við rithöfunda sem allir eru ættaðir eða búsettir á Austurlandi. Það er mjög fjölbreytt flóra sem við erum með í þessu í rithöfundalestinni í ár. Það eru ljóðabækur og það eru skáldsögur og það er sagnfræðileg rit og þýðingar og ég held að svona gróskan í austfirskri útgáfu, hún hefur sjaldan verið meiri og síðan erum við svona að þessu sinni að því að við sáum okkur leika á borði með að við gætum hreinlega bara tekið svona austfirska höfunda að þá létum við bara vaða á það, þannig að við erum ekki með svona neitt sem við getum sagt ekki neina rætur til Austurlands og það við erum svolítið ánægð með það í dag. Þetta Gangabær. Hún þekkir það af lýsingu Mæjumu. Burstirnar horfa fram á hlaðið og halla sér sumar að öðru, nema svo innsta sem nýlegri viðbót. Stálpaður strákur kemur fram bæjargöngin þegar þau ríða í hlað og skömmu síðar eru þeir orðnir 2. Þeir spretta af hestunum með Axel, taka koffortinn á klökkunum og bera þau inn í stofuna. En annan farangur flytja þeir í smiðjuna eða skemmuna, ysta húsi í þessum ránkala sem þau standa framan við. Stofan innst og þangað þeim boðið, en Sigurlaug ákveðin og afþakkar. Við erum ekki svo tignir gestir að við getum ekki borðað með heimilisfólkinu, segir hún við strákana. Þeir hika en hlýða svo, ganga á undan með lampan og slitrótt skíman lýsir upp raka torfhleðsluna. Utan yfir flíkur og einhver amboð sem hanga á sperrum fram með veggjónum. Bæjargöngin eru löng, liggja beint fyrst sinn en síðan snarsveikt til hægri og ljósklætan sést ekki fyrir horn. Þá finnur hún fyrir því aftur, þessu sem hún þarf að varast og nú veit hún að það fyrir aftanana og hefur bæði svip og sköpulag. Svipurinn bjartur og sköpulagi fallegt og hún má ekki gefa sig því á vald. Hún stillir sig þessum að líta við, en í beyjunni, þegar aftur gæti bjarmast frá lampanum, lítur hún örsnöggt til hliðar og Axel brosir til hennar. Mamma, hér eru gestirnir, segir annar strákurinn og þau safnast saman undir ljósinu sem hann heldur uppi. Allt stemmir þetta við lýsingar Mæjumu. Inn úr göngunum til beggja handa gengið inn í bæjarhúsin. Eldhúsið og það sem Sigurlaug kallar Litlabúr standast á og við eldamaskínuna stendur húsfreyjan. Miður sín yfir að þau hafi ekki gengið til betri stofu. Ég tók nú bara ekki annað í mál en að koma til ykkar í borðstofuna, segir Sigurlaug og kjassar mjúkmál inn í skuggsýnt eldhúsið. Þú ert auðvitað yfir pottunum, ekki spyrja að og ilmurinn ærir upp í manni sultinn. Elskurnar, gangið inn úr, þið gerið ykkur þetta góðu, svarar húsfreyjan úr myrkrinu og það mýkra í henni eftir blíðulæti Sigurlaugar. Leiðið hans pabba rétt við kirkjugarðshliðið, yfir reitnum ljósastur. Mömmu hugnast vel að það sé birta yfir honum. Umsjónamaður garðsins segir okkur að gallinn við þennan stað sé sá að stundum sé traffík og maður fá ekki frið. Traffík. Ég glotti en kemst að því síðar að orðavalið var ekki úr lausu lofti gripið. Því það gestkvæmt hjá látnum Norðfirðingum, hjá sumum þeirra ef til vill meiri gestagangur en á meðan þeir lifðu. Stendi við leiðinu hefur ekki enn vanist því að hann liggið þarna undir grasinu, hefur reynt að tala við hann, jafnvel kynnt hann fyrir nýfættri dóttur minni. En þegar ég heyri sjálf á mig, opna munnin og segja eitthvað, hætti ég jafn óðum. Horfi í kringum mig og líður eins og kjána. Fyrst ég hef tíma, ákveð ég að kíkja á nýjustu leiðin, heimsæki fólk sem datt ekki í hug að heimsækja í lifanda lífi. Merkilegt nokk gerðum við pabbi þetta stundum, gengum á milli og hann sagði frá fólkinu. Suma sögurnar heyrði ég oftar en einu sinni og var farin að þekkja þær vel. Kannski of vel, því mér leiðum svo samferðamanni fólks sem dó áður en ég fæddist. Nokkrum reitum frá pabba liggur maður sem á sinn hátt var þekktur maður í bænum. Kannski góðsögn, vilji maður grípa í stór en nú orðið innantóm orð. Veiktist á geði sem ungur maður og sást ekki framar. Breyttist í orðrúm. Þeir komu að húsaþyrpingu með nokkrum gömlum sveitabæjum og stoppuðu fyrir utan einn þeirra. Gamall maður með krumpaða húð sat fyrir utan. Hann stóð upp þegar þeir gengu að húsinu og faðmaði Jesú, Antonio og Rafael. Rafael sem sagt faðir Eiríks.
Jesús kynnti Eirík og Steve fyrir gamlamanninum sem hét Gustavo og kallaði svo inn í andrið til að tilkynna komu sína áður en hann gekk inn. Lítill strákur í gulum hlýraból hljóp fram hjá honum og út. Rafael strauk honum kollinn og ruglaði hári hans. Ég stattur í bíómynd. Þeir gengu allir inn og fengu sér að drekka og Jesús sagði við Steve að hann myndi gista hér í nótt. Undir venjulegum kringumstæðum tæki hann sjálfur að sér að hýsa skjólstæðinga sína, en nú væri húsið fullt. Á morgun myndi hann svo hitta Gustavo yngri, my spiritual brother. Hann var í sjamaninn sem sæi meðferðina. Steve leit í kringum sig og virti fyrir sér húsakynnin. Eiríkur skynjaði í honum efasemdir, en Jesús lagði höndin yfir öxl Steve og sagði að Gustavo og fjölskylda hans tilheyrðu frumbyggjum þessa héraðs og hefðu búið þar alla tíð, löngu áður en Spánverjarnir þvinguðu trú sinni tungumáli upp á Indíánana. Kartan tilheyrði trúariðkun þeirra, árþúsundir aftur í tíman, og nú væri fólk eins og Gustavo að endurlíka þessar gömlu hefðir og brjóta niður múrana sem vestrænt samfélag reisti á milli manns og náttúru. Steve hlustaði á hann alvarlegur í bragði og kinkaði kolli. Þetta er ekki heilsuhæli á 5 stjörnu hóteli, sagði Jesús og hló, og Steve tók undir með honum. Þetta er ekki túristagildra eins og í stórborgunum, sagði Jesús. Eiríkur roðnaði og fékk tómleika tilfinningu í magan. Hann steig út til að fá ferskt loft. Hann hafði aldrei á ævi sinni hugsað út í það að Mexíkó hefði verið nýlenda. Hann hafði aldrei hugsað að spænska tungumálið hefði breiðst álfuna eins og enska Bandaríkin, þar sem frumbyggjónum var slátrað og landið tekið yfir af Evrópubúum. Hann vissi ekki hvað það var að vera hérna. Hann var þó að trúa því sem blasti við honum þar. Myndirnar staðfestu það. Kindurnar lágu eins og hráiði á kambinum fyrir ofan fjöruna, aðrar í flæðamálinu. Hann hafði talið þær, 29. Aðrar lágu upp í hlíðinni. Þegar hann stóð þarna við gömlu bæjarústirnar og horfði við sviðið, gat hann gert sér í hugalend hvernig þeir höfðu staðið að verki, mennirnir frá Mast, kindamorðingjarnir. Loðnir, hvítir og svartir flekkirnir á jörðinni sýndu það greinilega. Þeir hafa lagt bílum uppi á hólum, tekið fram rifflana og byrjað að skjóta á þær. Staðið við jappan og byrjað að salla niður kindurnar sem hafa tekið á rás niður í fjöruna, í átt að sjónum. Það var eina undankomuleiðin. En líklega hafa þær veigrað sér við að fara út í. Nokkra stemd upp í fjallið. Svo hefur hópurinn breytt stefnu, hlaupið eftir fjörunni upp á barðið og stemd í átt að skarðinu. Áttuðu sig ekki á kúlnarhríðinni. Að fyrir henni þyrfti að leita skjóls, líkt og öðru stórviðri, eftir að 2 þeirra drápust niður í flæðarmálið. Voru auðvelt skotmark og flestar fallið þegar þær komu upp á kambinn. Töflurnar í annarri hendi og síminn í hinni. Skjárinn lýsir upp andlitið mitt í myrkrinu. Hvað þarf mörg milligrömm af oxykontin til að drepa mannesku? Passaðu þig á hálkunni, segir þú, en ég ætla ekki út, ég kemst ekki fram úr. Íbúðin er á fyrstu hæð, undir óendanlegum þunga, stál og steypa, ungbarnagrátur, matarlykt á ganginum. Það er myrkur úti og myrkur inni. Þögn. Ég sakna mömmu. Mér langar að gráta eins og unga barn. Ég ligg í sófanum, í rúminu, í sturtunni, á gólfinu, stari á veggi, upp í loft eða út gluggann. Það birtir aldrei til. Það er alltaf myrkur og unga barnið á efri hæðinni hættir aldrei að gráta. Ekki ég heldur. Ég vaknaði í morgun, fjörðurinn spegilsléttur, logn, fuglasöngur,
léttskýjað og allt var fyrirgefið. Lægðirnar, stormarnir, rauðu viðvaranirnar, hálkan, óvissan, myrkrið, gleymt og grafið, grafið og gleymt. Sú ástæða gegn frumvarpinu að enginn muni vilja byggja þar eða versla ef eigi verði þar höfð brennivínsala hefur eigi fælt mig frá að orða það eins og ég hef gjört. Því einmitt frá ýmsum hinum sömu beiðendum liggja frammi fyrir þinginu bænaskrár á lestrarsafnum takmörkun á vínsölu og hækkun tolls á alls konar áfengum drykkjum. Í umræðum frumvarpið kom fram að ýmsir þingmenn gátu ekki greitt því atkvæði vegna ákvæðisins vínsöluna. Bentu þeir á að ef það yrði samþykkt myndi skapast ósamræmi í löggjöfinni og eins vöktu þeir athygli á því að bænaskrá Fáskrúðsfirðinga löggildingu verslunarstaðar og búðum væri hvergi getið að þeir færu fram á undanþágu hvað varðaði vínsölu. Jón Ólafsson svaraði þessu fullum hálsi og benti á að andstæðan við vínsöluna kemur fram í öðrum bænaskrám eins og fyrir greinir. Þá sagði hann eftirfarandi: Ég þekki héraðsbúa þar svo vel að ég viss að þeir vildu eigi löggildinguna ef þeir vissu að af því fylgdi að hver sem vildi fengi leyfi til að setja þar upp verslun með áfenga drykki handa frökkum, sem þá myndu veltast hundruðum saman blindfullir út yfir sveitina, eins og önnur Egyptalandsplága. Þeir óska ekki að innleiða í sveit sína óreglu og brennivínsölu.